Gleðilegan föstudag og velkomin á flæðiskerið, þar sem við hendum hlutunum í sjóin, sjáum hvort þeir sökkvi eða syndi. Og í dag ætlum við að tala óvenjulegt málefni, það íslensk ljóðlist og kveðskapur. Og við munum tala við hérna snilling í íslenskum kveðskap og bragarháttum sem heitir Bjarki Karlsson. Já, hann mun koma hérna til okkur eftir. En Rökkvi, það var nefnilega ekki gerist í vikunni. Já. Hvað veist þið svona standa upp úr? Já, það náttúrulega pítsamálið og svo íslenska vatnið í flöskum sem var að pranga upp á. Já, er þetta spurningum að fara að fá sér pítsu og íslenskt vatn í flösku? Já, allir það ekki. Þetta er eitthvað svo lúðaleg mál, finnst mér. Þetta er mjög skrítið. Já. Að þetta hótel með flöskunum. Já, en það er náttúrulega túristastraumurinn á Íslandi er svo brjálaður. Það hlýtur að gerast á endanum með einhver fúskari reyni að selja þeim, vatn í flösku og þau með ekki drekka úr krananum eða vera með 20 herbyggi þegar hann er bara með leyfi fyrir 8. Þetta er bara tímaspursmál. Já, sem að hótelið fyllti á flöskurnar í krönunni á síðan. Já, þetta er náttúrulega, þetta er mjög skondi mál einhvern veginn. Já, og svo er hint til fólk sem vil gera risa skandala á rengu. Já. Ef að það er mataráskrift í boði í skólum mínum og ekki boði að kaupa stakar máltíðir, þá er það bara þannig. Þá skalt ekki grenja þegar þú farið ekki að kaupa eina pítsusneið þegar það er skýrt í boði að vera í mataráskrift eða ekki boði að kaupa stakar máltíðir. Hættu þessu væli, hættu að væli í fjölmiðlum, kauftu pítsu daginn áður og sendu krakkaðin með pítsusneið í skólan. Já, má lýsa þannig. Já. Fólkinu hafa væntanlega vitað hvað til stóð eða eitthvað. Það ljóta að hafa verið til að skýra reglur þetta. En svo náttúrulega er þarna pizzastæði við hliðina á þessu skóla. Já. Lappa með 500 kallin þangað að sjá hvort þeir eru sveigjanlegri. Já, það geti kannski. Hvað átt þú að gera ef þú ert að vinna í mötuneytinu og það er ekki seldastakar máltíð og einhver kemur með 500 kall, átt þú bara að taka við honum eins og þessi bara mútu peningar og stingunum á þig og þú veist. Já. Gefa krakkanum pizzasneið á kostnað skólans. Já, það er spurning. Þetta er svona, tilfinningaklám eitthvað leys. Já. Er þetta eitthvað þannig? Já. Endilega tölum bara ljóð eða eitthvað. Já, eða ekki. Eitthvað sem við vitum ekkert Já. Þess vegna fengum við snillingina sem kemur til okkar í þáttinn sem er bragarháttamestari og hann mun koma inn í þegar við erum búin að bulla nóg, þá kemur hann og leiðir eftir vitlausin í okkur. Einmitt. En þetta hótel svo tökum það eins fyrir. Það var eiginlega allt einhvern veginn á skakk og skjön á þessu hóteli og ég heyrði nú viðtal við konu sem hafði nú gist á þessu hóteli hún tók eftir þessu með flöskunnar hún sem að uppljóstraði þessu á baklandi ferðaþjónustunnar sem er Facebook síða og hún var að segja einhverja sög þetta heyrði ég og þegar hún fór á hótelið þá bað hún hótel með tvíbreiðarúmi og baðherbyggi svo kom hún á staðinn var vísað á herbyggi en það var ekkert baðherbyggi og bara innbreytt rúm með eitthvað líka gála og hún sagði þetta er ekki alveg þessi baðum og þá var farin með eitthvað annað húsnæði annar staðar sem aðeins lengra og þar var hæð með fullt af herbyggjum og það var svona risa stórt herbyggi og þar var verið að bjóða hann að vera en þar var ekki heldur neitt klósett eða baðherbyggi nema hann var sagt að hún geti nota klósettið á hæðinni en hún sagði en þetta er ekki það sem baðum þá fekk hún loksins eitthvað herbyggi þarna. Já, en þetta er svo sem ekkert eins og ég segi, maður býst við þessu af því að núna eru eitthvað 200 hótel eða eitthvað í Reykjavík og Hafnarfirði. Auðvitað poppar einhver upp sem ætlar að græða aðeins og auðvitað á túrismannum. Já, og það má alltaf búast við svona þegar að gullgrafræði grípur sig, Já. Og maður velti fyrir sér, ætli þetta sé víðar svona, ætli að séu svona hinga og þanga svona hótel sem að eru kannski ekki alveg boðleg fólki, svona á þennan hátt, mér skilst að herbyggin hafi ekkert verið voðalega fögur Nei, það lítur að vera. Já, þetta er náttúrulega verður vandamál. Já. En það er kannski að versta við þetta, það er auglýsingin út af við. Við erum að segja við erum með svo hreint vatn og svo kemur einhver hóteli nei, ekki drekka fyrir annað, þetta er baneitrað. Þú var að drekka úr flösku og kaupa hana á 400 kall þegar þú getur farið út í búð og keypt hana á 200 kall. Já, en ætlum við ekki að tala kveðskap? Jú, tölum kveðskap. Já, eitthvað sem að Ísland er þekkt fyrir. Já.
og engin annar útlendingur skilur íslensku kveðskapin, þannig að við getum alltaf sagt að þetta sé æðislega gott og engin getur reynt okkur. Já, við getum alltaf reynt að pranga því en útlendingur. Þetta á heimsmæli kvarða, það getur bara engin sannreynda því að þið skiljið ekki íslensku. Já, einmitt, að það eru nokkrir sem eru mjög góðir hagyrðingar og ég veit ekki hver munurinn er að vera hagyrðingur, ljóðskáld eða hvað sem er, hvað þetta var þar. En hefur þú ekkert verið að yrkja eða reynt að yrkja? Ég er svona meiri að semja dónateksta. Ég veit ekki hvort það má kalla það yrkja. Viltu fara með eitt fyrir okkur? Nei, ekki gera það. Nei. Ekki útvarp. Nei, ekki núna, en sem sagt amma mín, hún var skáld, hún hét Valborg Bensdóttir og hún samdi Viltu með mér vaka í nótt. Já. Sem að þótti mjög klamfengin og djarfur texta á sínum tíma. Já, þætti það ekki í dag. Já, þetta þótti gefi í skín eitthvað svona kynlífstengt, eitthvað Viltu með mér vaka í nótt og lalala. Já. Og og ég held að ég sé bara svona nútíma kannski útgáfuna því að Var hann í Eyjum og samdi þetta á þjóðhátíð? Nei, svo amma mín er ekki frá Eyjum. Nei. En sem sagt ég er örugglega jafn klámfengin meðan við minn tíma eins og hún var meðan við sinn. Já. Þó að ef við berum hennar kveðskap og minn saman þá sé nú talsverður munur á því. Er dónaskapur ættgengur? Það gæti bara verið. Já. Bara vel verið. Já, það er náttúrulega þekkt að það eru ættir sem eru með stórskáldum sem síðan hefur þetta erfst einhvern veginn þessi náðugáfa. Já, en ég hef alltaf svolítið lítið á svona að semja ljóð og rímur og eitthvað svoleiðis að flest fólk getur talað og fólk getur talað misvel en þeir eru átt að semja eins og rímur eða kvæðið í bragarháttum þá er það svolítið eins og setja á þig skauta á mjög hálu svelli að flestir renna á rassinn. Já. Og þú þarft að vera alveg ekstra flinkur bara til þess að gera það ekki að fíbli í kveðskapi. Þetta skilja ekki allir og þetta er svolítið svona eins og, þú veist, sumir eru mjög vel læsir og aðrir eru lesblindir og sumir eru með mjög gott tónir og sumir eru tóndaufir og það er svolítið þannig að oft ef þú ert tóndaufur eða eitthvað þá einmitt heyrir ekki hvað þú syngur illa og ég held svolítið að þú hefur ekki tilfinningun fyrir rím og takti og hrynjandi að þá einmitt ertu sem blindastur á þitt eigið yrkjaefni og ert kannski að setja fram eitthvað viljið þið hlýða á stöku sem ég setti fram og svo er allir bara, ó nei látum eins og þetta sé sniðugt hjá honum þú veist. Já, það er svona vandræðileg fjölskylduboð og brúðkaup eitthvað, já ég samdi nú stöku þau brúðhjónin og allir bara, ó nei byrja þetta. Já, þetta getur verið mjög kjánulegt og ef þú kannt þetta ekki og svo er fólk ofta að taka orð inn sem að rýma alls ekki bara hljóma eins að rýma ekki. Já, en eins og Hallbjörn Hjartarson notaði bara sama orðið. Já. Velkomin þessa country hátíð á svo fyrstu sínar tegundar hér á landi á hann bara á, það rýmar við á. Já. Það er ekki hægt að segja á sé ekki orð því það er orð yfir fljóti eða svoleiðis. Já. Þannig að hvernig var það? Léttfeiti er hans fákur, diggur, góður, þjónn, lukkulági er kátur, laganum verður og þjónn. Já, einhvern veginn þannig. Já. Þetta vera flægjað, þú notar bara sama orðið aftur. Já, það rýmar best við sjálft sig. Mætti kalla þetta svona recursive bragarhátt. Já, recursive, já. Já, bara sama orðið rýmar við sjálft sig. Já, þetta getur verið góð leið fyrir þá sem að kunni ekki að yrkja. En ég á mér uppáhalds textasmið. Já. Og það er Leonsi. Já, ekki spurning. Hún er skemmtileg ekki spurning. Hún er mjög skemmtileg og ást á pöpnum til dæmis. Já. Og svona tróða 10 atkvæða setningu inn í 5 atkvæða línu. Það hefur mér alltaf fundist mjög flott eins og og bara þetta eins og glímuskvísu alltaf svona. Já, treður inn. Já. Nær svona tróða 3 atkvæða mig. En nær samt að gera svona snildalega vel Já. Þannig að það hljómar ekki illa. Já. Segjum bara það hljómar ekki illa en hún er náttúrulega snillingur mér finnst það samt oft líka jafnvel einhverjir sem eru vanir textasmiðir er að klambra einhverjum orðum inn í sem að bara passa ekkert eins og að tala einhvern nútíma mann eða eitthvað og svo flutt hann í gær með sína skrúur og rær eða eitthvað bara sem að hefur ekkert hann fór vestur eins og gamall hestur. Já, einmitt mér hefur yfirleitt svona fundist þér í hlusta á svona kveðskap að þetta sé bara drasl bara verða að reyna að tróða inn í einhvern bragarhátt og ekkert mega neitt sens
en svo eru til sko menn sem að svara oft í vísum já. Og bara maður sem ég þekki frá því gamla dag, hann á þetta til, þú kannski spyrja hvað klukkan er, þá kemur hann með einhverja ægilega vísu það, hvað klukkan sé, þú veist það þarf ekki flóknari spurningu það sko. Nei. Þá bara semur hann að staðnum alveg ótrúlegir hæfileikar sko. En ég hugsaði að þetta væri bara að deyja, það nú nettröll eða ég vil nú eiginlega frekar kalla netheimpi-gimpi sem að er alltaf að spyrja hver er staða ljóðsins. Já, já ságæi. Já, ég er búin að sjá hann. Já, nokkulega, og ég hefði svona haldið að ljóðið sé að deyja á Íslandi, en svo var mér bent á þessa bók, Árleysi Alda, sem að sýnist endurútgjöfin í það sem hún heitir þá Árleysi Árs og Alda. Þetta svona andlitslyfting á kveðskap. Og ég bara allt í einu stend með því að lesa ljóð sem ég bara springur hlátri yfir. Og þeir jafnvel sem að hafa ekki áhuga á ljóðum fara að lesa þetta sko. Já, þetta bara drepfyndið og þetta allt inn í bræðráttum og við erum komin með Bjarka Karlsson. Velkomin. Sem höfundur þessar bókar. Já, það nokkuð mikilsvert að fá svona nútíma nörda eins og okkur sem að höngum bara á netinu til þess að allt í einu hafa gaman af íslensku kveðskap. Þannig ég tek bara hattinn ofan fyrir þér sko. Já, það svona aðalega fólk sem hefur ekkert gaman að ljóðum yfirleitt sko sem að ég hef náð til. Já, einmitt. Svona klassískir, svona venjulegir kaupendur ljóðabóka, það kannski ekkert sérstaklega hrifnir en þeir svo fáir að það gerir ekkert til. Já, nákvæmlega. En mér fannst svolítið merkilegt að ég sá á síðunni, heitir hún ekki bjarkamál.is, að þá varst að skrifa að þú hefðir samt sloppið við þér alltaf þess að neikvæðu dóma. Já, það sko, þetta svona tíska hjá bókmenntagagrínendum sko, að það var alltaf að taka einhvern að lífi. Já, já. Og ég fekk dóma held ég 5-6 stöðum og þeir voru allir sko eftir sömu formúlin ekki eins. Já. En formúlan var sem þetta væri ofsalega sniðugt og komin tími á þetta og væri vel gert og að öllu leiti ég nema einu sko og svo var það mismunandi hver af þessum 5 eða 6 sem skrifaði mig týndu til og ég veit fullt af hlutin sem ég gerði ekki vel og hefði mátt bæta en enginn kom auga á það, þeir bentu allir á eitthvað sem ég algjörlega ósammála og reitt sem að sagði að Hallgrímur, þegar sem ég var að stæla Hallgrím Pétursson sko, hann hefði aldrei látið ríma saman sko til þessi lán og brekán en það var einmitt sko, ég leti ríma svona asnalega af því að það aðferð Hallgríms í Passíusálmanum. Þannig ég vildi bara gera eins þannig að svolítið skrítið að akkurat þetta væri kritiserað. Ég man eftir því þegar það var verið að kenna mann eitthvað svona í íslensku 200 eða 300 mjög drefleitist alltaf í þessu af því ég er svona vísindanörd sko og læri mig einhverja bragarætt og kveðskap að þá var einmitt sýnd einhvern svona ljóð ekki eftir Hallgrím heldur eftir einhvern svona prest sem var að þýða einhver svona ritningu yfir og þetta var svo vont að því að hann svo hrættur að guðlasta sko með því að þýði ekki alveg rétt og hafi ekki alveg sem merkingu að þetta var bara alveg sko horfjóður sem hann klambraði saman. Já, það menn hafa gaman að svona fyrstu sko það þurfti að skipta öllu út við siðaskiptin. Já. Það mátti ekki vera kaþólskt. Akkurat. Og svona það fyrstu áratugin á eftir þá voru menn að í akkordsvinnu við að bara þýða þýska sálma og þetta var afskaplega skelfilegt sko en svo svona með þegar komið þarna menn eins og Guðbrandur Þorláksson og náttúrulega Hallgrímur Pétursson var þessu kippt í liðin og hitt láti hverfa smá saman. Þjóðverður náttúrulega ekki þekktastir fyrir mesta skemmtana gildi í því sem að þeir semja svona. Nei, en þeir voru svona heimsmæli hverða í þessum bransa á þeim tíma, sko. Já. En mér fannst svo rosa fyndið af því ég var að tala að þú fékkst eiginlega slæma dóma að þá ertu með heimansíðinni þessu verður kippt í liðin núna. Já. Og svo semur þú alveg nýð dóm sjálfan þig bókina hvað hann sé ömurleg og eitthvað og yfirborðskend og svo dæmir sjálfan þig fyrir rítstuld. Já, það var einhver að gera það. Já, ég bara gera það. Það segir sko Hannes Hólmsteinn hefði þarna afsökun því þetta ekki hans svið en höfundur hefur þarna enga afsökun því að hann háskólakennari á einmitt þessu sviði og svo stelur hann blíkðurlaust frá ýmsum skaldum. Ég var eiginlega að deyja hlátri að lesa þennan dóm sem þú skrifar sjálfan þig. Já, en þetta náttúrulega alveg ramstólið hjá mér. Ég hef aldrei getað samið þetta ef ég hef ekki stólið svona mikið. Nei. Og ég setja ekki inn að gæsalappa. Já, ég veit. Svo við förum aðeins í sko húmorna bakvið til dæmis þessa vísa sem þú ert að gera. Ef við tökum hérna dæmi þá var hérna sjúkdómslýsing með ADHD. Þetta mjög sniðut.
Já, að fara í það eins. Já, ætlaðu þú að lesa hana? Vilt þú ekki lesa það? Já, ég held ég mun hún rímar ekki sko. Nei, hún er göllu. Já. Hvernig verður það? ADHD ergir mann sem einbeitingu skortir. Nei, þetta var ekki svona ergir þá. Ergir þá, já. ADHD ergir þá sem einbeitingu skortir. Meinsemd þess að minnka má. Nei, sko, þannig hundur. Þetta er svona, kannski svona raffineruð útgáfa sjúttirari reypara, sko. Já, þetta er mjög sniðut, sko. Og það er svona ýmislegt í þessu, sko. Og hérna til mig sérna búferlaflutninga Íslendinga til Noregs. Haraldur Hárfagri í stríði rakti menn á þennan klaka, en Haraldur Hárlausi og blíði heillar þá aftur tilbaka. Þetta er alveg ekki snild. Þetta var náttúrulega bara, nei, þetta er ekki sniðt, þarna verið bara svona smá auðlabrandar að kalla Harald sem er kongur núna, Harald Hárlausa, því að hann er það náttúrulega. Nákvæmlega, það er rétt. Er þetta einhver staðar og svona verið að binda þetta í vísum? Mér finnst þessum að ferla léleg. Er það? Nei, hún er nú lúmskóð, sko. Við munum nú samt flest sem að vorum í menntaskóla eftir að hafa flest pínst, einstaka hefðu gaman af þessu, en að pínast í gegnum svona bragar fræði í íslensku, 200 og 300 og eitthvað og finnast alveg hræðilegt. En ég bjóst aldrei við að geta séð bara alla þessa bragarhætti sem að maður lærði í skóla í einhverju bók og fundist þetta rosalega fyndið. Kannski dæmdi maður þetta ofhart, sko. Já, en þetta er umverulega, sko, ekkert fyndið. Ég fór að spá þetta, það var eitt sem var í öllum þessum dómum, þetta var eiginlega fyndið. En, sko, þessi textar er allir fullir af bara sjúkdómum og dauða og hörmungum og ég hef verið að lesa þetta svona upp hér og þar og fólk hlær vissulega og það hlær mest eftir þessum hörmungarnar er meiri. Já. Þannig að það er ekki, sko, ég sem er fyndin, það er bara fólk sem er svona illa innrætt. Já, það er ekki. Ég held það. Já. Ég er náttúrulega grínst með mjög svartan húmor sjálfur, þannig að mér finnst þetta drep fyndið. Ég tók hrunið fyrir þarna, sko, í svona aldarhætti og það er ekkert fyndið í því. Þetta er bara alveg ömurlegt og þetta er bara eins skelfilegt og hrunið var og fólk hlæra þessu. Já. En mér finnst mjög gott hvernig hún er líka að svona flétta inn í nútíma svona slangur og slettumál inn í einhverja sko háflega bragrætti og láta það hljóma mjög náttúrulega. Já, þetta verður náttúrulega sko, mér finnst það gefa þetta aldrei mikið, það er náttúrulega búið að vera yrkja rýmuðu ljóðununa í 1000 ár og menn eru svo stundum svolítið svona búnir með rýmið. Að er alltaf að rýma á sömu orðunum og hlustandinn svona veit alveg á hverjan á von eins og þú veist að tala um aðan. En þarna er náttúrulega hverja svona óvelkomnar slettur áskaplega heppilegar því að þá er þetta rýmað við eitthvað alveg nýtt. Já, ég þekki það. Það er eins og sönglagatexta líka alveg hræðilegir með að þú veist alltaf næsta orða því að þú veist, ok, hann sagði mig, hann verður að rýma við þig eða eitthvað svona af því að það er alltaf gert í þessum lögum mér og þér, eitthvað svona alveg ógeðslega fyrirsynjálegt og lélegt. Þetta var bara, sko, en þetta var þegar Jón Helgason skrifaði fræga grein að virkja á íslensku sem við notum sem kennsluefni áratugum saman, nákvæmlega svona á að virkja, hann sagði öllum til þetta var akkurat á þeim tíma þegar atómskáldin voru að koma fram, sko, þau voru hipp og cool og hinir þóttur svona fræga svona hallarisleir og þá saði Jón að hann skildi það svo sem sko að þetta væri menn töluðu eins og ég segir að það er nefndur hestur þá lítur að koma mestur eða vestur á eftir sko, gestur og þetta sé kannski að vera svolítið þreytt þannig að það hefði verið komið tími til að brjóta þetta. Sá brestur er vestur, að rýma við hestur með gestur. Já, einmitt. Mér tekur eftir í sko líka í dægulega textum í dag og maður hlusta bara lög og það eru textar sem að rýma og þá kemur einmitt eitthvað svona fyrirsjálegt og er alveg ömurlegt og lagi verður þar alveg mjög pirrandi sko. Já. En það er náttúrulega líka í ensku svona fire desire er alltaf rýmað, það er rosalega þreytt að hlusta það. Já, eins og í sálmónum hjá okkur þetta var þreytt að sko María mei var kölluð himna drottning sko, það var alltaf komið að vera drottning og þá rýmar ekkert nema lotning. Nákvæmlega. Þetta var svolítið klifað á þessu. Já. Þýrst eiginlega að taka einhverja ensku slettu sem að rýmar við drottning, það er svo græðvitt. Já, en það er samt alltaf hægt að vinna eitthvað með þetta.
ég samdi upp þarna í 24 bálkum sko vísuna afi minn fór á hana rauð og þá þurfti ég alltaf að tala með þarna orðin afi og rauður og sykur þannig ég var alltaf að ríma við rauður og sykur alveg fram og tilbaka og ég hamaðist á þessu rými þannig að afi er dauður og af honum fnykur eitthvað svona já, einmitt þetta eru eitthvað rímorð við þetta sko, þá það þarna en þá fer þetta að virka því að þegar maður er búin að hama svona mikið á þessu fer fólk að búast við því og svona fólki finnst alltaf svolítið fyndið það sem að undir með von á. Já, en mér fannst það einmitt ógeðslega fyndið, ég las þessar afarímur svona yfir og það er alltaf mismunandi útgáfa af afanum, í einu þá er þetta svona feminísk ádela að við fór bara eitthvað út og suður og skildu ömmu eftir og og hún var eitthvað snauð og síðan dauð og svo er afi einhver svona læknadópsaumingi í einni og hann er bækardópist í annari og hvað fleira og nasisti hann er nasisti það er svona texti sem er hægt að syngja við lagið Rúdolf sem þeisararnir gerðu en hugmyndin var með hjá mér að sína svona bragarhættir þeir hefðu svona ákveðin feeling svona í sjálfu sér þannig að bara með því að setja þetta í aðra hætti þá er þetta annarkvort hranalegt eða hugljúft eða spennandi eða eitthvað svoleiðis og það virkar svona kannski svona einhverju leiti en svo reyndar þegar ég tók íslenska þululjóð og setta hann inn í það þá hefði átt að vera einhver svona falleg romantísk náttúrustemming en ég let það nú svona gerast á Skeljagranda bara Þetta er æðislegt með nasista afan sko Ælir og drullar afi minn á aumu hrossi, hirtir þræl með haka krossi, heimskur og ragur sveita tossi. Brauði rænir, bísar sigri, blauður melur, við sörlífi og syndir dvelur, sínu af hvori tægi stelur. Já, ég með svo skálmöld samt í lag við þetta fyrir mig og það er á disknum sem fylgir bókinni og svo til þess að setja eitthvað fallegt á móti sko, það tók ég svona hugljúfasta versið úr þessum afabálki og það er viðlag sem Stúlknakór Reykjavíkur syngur þarna við lagið út græna grundu sem þetta móti skálmöld þetta mattsar alveg þrælvel saman Já. En það er rosalegur húmor í því finnst mér alltaf að taka eitthvað svona fallegt og saklaust og gera eitthvað svona svolítið svart úr því Já, það er alltaf gaman að því og svo líka gaman að rýma í textana og sko þessa gömlu texta og skoða hvernig þjóðfélagsumræðan var þá í gegnum textana hvað var til umfjöllun í samfélaginu Já og þú hefur væntanlega tekið eitthvað slíkt upp og hort á þeirri hlið Já, til dæmis eins og bálkur þar sem ég tek fyrir hrunið og kallað þúsaldarhátt hann er sko bragfræðilega algjörlega inn í módeli sem Hallgrímur Pétursson sett upp og hétt Aldarháttur og eitthvað áður á tíðum var tíska hjá líðum byrjar hann og það er ofsalega mikið rím og innrím í þessu og svona fastur sexlega hrynjandi þetta er virkilega þetta er svona erfitt þannig að þetta er svona háttur sem ætti að samkvæmt kenningun að vera svo mikið rímaður að maður geti ekki sagt nema eitthvað algjörlega bundið og aldrei komið merkingur svona framfæri þannig ég vildi svona kannski takast á við það áskorun og svo er þetta sem líka 22 erindi fyrir hlutin er fyrir einhvern vendipunkt sem er hjá okkur hrunið og seinni hlutin er það sem ástandið eftir það og Hallgrímur er með nákvæmlega sama sko, hann talar þá hvað þjóðlífið var magnað og frábært þjóðveldisöld en nú erum við undir dönum og allt er ömurlegt hann jafnvel gefur í skinn að það hefur verið betra í kaþólskunni sko, þessi lúterski prestur líka að margir sem halda það að Hallgrímur hafi verið svolítið svona styrðkveðina út af því hvernig passíusálmarnir eru en þá bara hvernig aðferð sem hann notaði hann samtali fullt af ljóðum sem er ekki trúarljóð og þau eru allt öðruvísi og þau eru bara með því flottasta sem hefur gert Fólk sem er að gera vísur og ljóð og kvæði og allt þetta til dæmis að vita hvað er höfuðstæð, hvað er stuðlar, hvað er bragarháttur, hvað er þetta? Já, þetta kannski verið svona sérstæða okkar sko bara síðan 1400 eða eitthvað að vera einir þjóða eftir með svona stuðlakerfi það er mjög sjaldgæft reyndar sko Ragnar Ingi Aðalsteinn skrifaði doktorsritgerð þetta, þar kemur fram að þeir eru aðeins í Sómalíu líka þetta er einhver svona íslamskur kveðskapur þar sem þeir bæta við stuðlasetningu
en hérna ég hef reyndar ekki getið kynnt mér það, ég kann ekki arabísku sko. En hérna þannig að þetta sagt að þetta sé svona það íslenskasta af öllu sko, að hérna við viljum vera þjóðlegir sko, þá höldum við stölum, við getum hent rýminu, það allt í lagi, við getum jafnvel sko droppað líka svona fastri hrynjandi og haft þetta bara svona lausamálskent, en ef það eru ennþá stuðlar þá hérna þá þetta svolítið íslenskt ennþá og við tölum voða mikið í stuðlum á þess að vita af því líka. Já, það verður oft flottra að segja eitthvað í stuðlum. Það hljómar svona með mér í þunga einhvern veginn. Já, og það náttúrulega þetta, og það auðvitað gert í erlendum málum líka, bæði lausamáli og kveðskap að hérna menn nota stuðla alveg greint, en þá svona algjörlega frjálst. Það sem við rógumst svolítið með, það kerfi það sem þeir þurfa að vera á ákveðnum stöðum. Já. Og það má ekki vera of langt á milli þeirra og þeir má ekki vera svona lít áberandi og allt það. Já. Og svo svona að hérna við erum að líta á ST og SP sem alveg sér stafi sko, sem ekkert skilt við S og Já, þú getur ekki stuðlað ST og SP. Nei. Eða SVAF og ST. Við settum stokka og steina sko, en ekki ekki hvað sem stokka og sundi eða eitthvað. Já, stokka og sveskjur. Stuðlar ekki sko. Nei. En sko fyrir fólk sem að veit ekki hvað þetta er og hvernig þetta virkar. Hvað er stuðl? Hvað er höfuðstafir? Stuðlar í sin einföldustu mynd bara rím sko framan á orðinu. Þannig að það er svona fyrsta hljóðið sem er þá eins, nema þetta sem það er, svo er þessi undantekning með orðin sem byrja á S, svona sem að grúppera svolítið betur niður, en sérhljóðin öll eins og að falla saman. Eða öllu heldur það kannski samhljóðsleysið sem að bindur þau saman. Og svo sem sagt vinnum við með línupör, þannig í fyrstu línu eru 2 stuðlar og svo fremst í annari línu er höfuðstafurinn sem að kallast á við þá. Og þessu hefur verið lýst í bragfræðiritum alveg frá Snorra Sturlusinni og til okkar dagsöðlur. Míkrútur af bókur sem lýsa nákvæmlega hvernig það á að vera. Já. Þetta náttúrulega gerir svolítið það að kveðskapurinn hljómar svolítið svona fallega. Það er ákveðin hrynjandi sem að kemur af sjálfu sér ef þú heldur yfir við alla reglunar. Einmitt. Það er gaman að þessu. En þetta þáttur flæðiskýrið. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo komum við aftur eftir smá stund. Jóhann Kristjánsson, Rökkvi Víðsnesson og Bjarki Karlsson hér hjá okkur. Við komum eftir smá stund. Já, þetta var Viltu með mér vaki nótt sem text eftir ömmu mína og þótti mjög klámfengin á sínum tíma. Já. Og þið megið endilega bera þetta saman við mína texta. Prestin Pál, kartöflugeymsluna og sjá hvort ykkur finnst klámfenginara. Já, þið getið fundið það á YouTube. Já, við ætlum ekki að spila það hér. Nei. Það er alveg á hreinu. Þá fengjum við bara sennilega holskiplinni og bara hvað slags dónaskapur þetta. Já, það er aldrei að vita hvað myndi gerast ef við myndum spila þau lög. Þetta er svolítið eins og taka tappan úr eða pinnan úr handsprengu. Já. Það er svolítið þannig. Kastin upp í loft og sjá hvað gerist. En Bjarki Karlsson, hann situr inn hjá okkur. Það er svolítið skemmtilegt líka með þig, Bjarki, að þú hefur svolítið verið að leika þér að alls konar svona nútíma svona þróun í málinu, slettum og kannski hvernig fólk notar málið á aðstannan hátt. Eins og þessi tilhneiging að segja sko, ég er að fíla þetta eða ég er ekki að kaupa þetta. Ég er ekki að trúa þessu, fyrir bara ég trúi þessu ekki. Já, þetta er svona kallað nýja dvalarhorfið, ég er nýja framvindahorfið, ég er nefnilega málfræðingur sko, þannig að þess vegna hefur verið að svona skoða þetta svolítið. Já. Og þannig að það líkur svolítið beint við að taka einhverja svona málfræðivísur. Ég reyndar var með miklu meira svona málfræðilegt áður en í handrituna þessari bók, en svo fannst það flest var það svo nördalegt að ég lita nú bara róa, en þetta slapp. En mér finnst það svo skemmtilegt með þig að þú ert rosalega nörd, þú ert bragfræði sérfræðingur og málfræðingur. Ég veit ekki, allt svona sem að maður myndi halda myndi gera mann ógeðslega leiðinlegan. að svona bara fordómar besservissir og svona, ég myndi segja besservissir en besservissir nú ekki íslenska þú veist að þá myndir ég besservissir mig fyrir að segja besservissir og en þú getur samt leikið svona með einmitt slettur og bjóst til þessar vísun fegur og drottningarnar sem er allar í einhver mennskum slettum og þetta þennan texta þar sem að þú ert að nota þetta hvað sem þú kallar það, þennan kæk Íslendinga, ég er ekki að fíla nýja framvindahorfið það er þannig að svo er ég með nýju þolmyndina þarna líka einhver staðar og allan pakkan nýja þolmyndina þegar börnin koma heim úr skólanum og segja að það var lamið mig í dag já, nákvæmlega, það var sagt mér að það væri partí það var lamið mig í dag þannig þá let ég bara Anna Bergþóru konuna Snjáls
segja þetta sko, það var gefið mér Njáli, bókinu stendur ung var ég gefið Njáli, hún hefði sagt þetta núna sko, það var gefið mér Njáli á gelgjuskeiði. Já, það er mitt. Og lofaði mér líf og næði. Svo myrtan á báli. Já. Mér þetta greiði. Mér svo mikið æði hvernig sko, maður myndi halda að þú myndir vera svo reiður yfir svona en þú bara notar þetta. Já, hún hefði bara ára sko. Ertu með lagið klárt, Jói, sem að notar framundu horfið hérna í sönglagatexta? Við skulum heyra það hérna. Já. Ég ekki að skilja hvað í mér ég finn, þó að gruna þetta sinn, að þú sért að melda þig mjög hjá mér inn. Mér að lítast á þig, saman við erum að taka loks tal, að trúa því naumast ég verað skal, og því að játa að ég á ei val. Ég að kunna við þig, ég að vera þér hjá, og vera að faðma þig hjala og kjá. Ég loks að fatta hvað ég að spá, ég að elska þig. Já, eitthvað farið að fara af stað, að finna það ég, en veit ekki hvað. Þó ég mikið að meina það, að mig sé að langa í þig. Við erum að ganga gæfunar brú, goðin að við okkur saman nú. Við jarðarmenn ertu að játast mér frú, og ég að eiga þig. Ég að vera þér hjá, og vera að faðma þig hjala og kjá. Ég loks að fatta hvað ég að spá, ég að elska þig. Við erum að ganga ævinar braut, og erum að lifa í gleði og þraut. Við erum að líða aldanna skaut. Ég ekki að skilja við þig. Já, þetta var textið eftir Bjarka Karlsson. Já, og Jón Ólafsson söng. Þú hélst það yfir ég? Já, ég held það þú fyrst sko. Ég rosalega stoltur af því, ég nefnilega alveg laglaus. Já, það nefnilega ekki... Prófa að taka þetta núna aftur? Nei, ekki fyrir það verður allir skiptum stöð. Já. Það nefnilega því miður ekki öll skáld sem hafa vita og láta hvern hæfileikari kann syngja fyrir sig. Nei. Við kannustu svoleiðis, Jói, við nefnum engin nöfn. Nei, þetta stundur svona. Já. En það er gaman að segja frá því að hvernig ég og Bjarki Karlsson kynntumst uppala. Það hafði ekkert með skáldskap eða það að við séum á neitt hátt svona opinbera persónur að gera. Við vorum lentum saman í liði í enn einu rifrildinu trúboð í grunnskólum og kirkjuferðir. Já. Þá man ég þú varst að segja frá því sko að ég var að rífa kjaft gegn kirkjuferðum og trúboð eins og vanlega. Og þá kom saga frá þér að það hefur farið með hvað stelpunum þeirna í kirkju það sem hefur verið sagt að fyrir kristni á Íslandi þá hefði allir verið að drepa kvotanann með sverðum en eftir Ísland var kristið þá hefði það verið bannað af því að kristni leifir það ekki og þá hefði allir verið vinir eða eitthvað. Já, þetta var alveg magnað. Hún í svona einum af þessum skólum sem að fer ekki eftir reglum mannréttindaráðs. Akkurat. Og þetta var lesið yfir, ég fór með og var með síman með mér og tók þetta allt saman upp til þess að við getum rætt þetta betur en svo þurfti ég aldrei að ræða þetta við þetta var svo yfirgengilega. Já, en þetta fyrir yfir alla hína krakkana? Já, ég veit það ekki, sko, ég meina,
og eins og ég sjá bara Njálssögu þegar þeir taka þarna allir kristni, það sett eitthvað þáttur það er tiltölulega lítið búið að drepa sko þegar allt í kemur en eftir að kristni er tekin og allir er orðin skýrðir þá brenna þeir þarna bæinn og svo fer Kári Sólmundarsson hálft landið og drepur annarkvæð sunnlending og eldir það alltaf út úr orknu. Það eina sem er samt satt í þessu að fólk hefur hægt að drepa hvort hann með sverðum það er að því Íslendingar eru bara fátækur eftir flutt yfir, gátt ekki byggt skip lengur að þeir var einhver skógur og þeir gleymdu tækninu og þeir átti ekki lengur sverð ónýtur mýraröði. Þannig að það sem er kannski satt er að þeir hætti að drepa kvotnanum með sverðum og fóru að grýta kvotnanum til bana. Þessi bardagar sko sem er kannski þegar maður horfir á víkingamyndir það sem er sverð og eitthvað rosa spjót og svona það eru bara bændur að henda stein við kvotnanan. Já, en það virkaði best samt eins og á Bergþórsskóla sko að brenna bæina og Ólafur Tryggvason og Ólafur Helgi gerðu þetta báðir þeir brendu bæina ofan og öllum sem tók ekki skýrt. Þannig að það svínvirkaði og svo líka gíslatökur sko, það voru náttúrulega helstu höfðingjar sinni í Íslands voru gíslar Noregs konungs þegar kristni var tekin þannig að það var ekki sérstaklega friðsamt sko. Nei og Sturlungaöldin náttúrulega eftir kristnitökuna. 1250 til 1300 eða eitthvað svona á þessi bili við mann rétt. Þannig að Snorri Sturluson sko, hann var ekki drepinn af heiðinum mönnum. En sko þetta er bara svo lítið land, við þekkjumst öll langt svona pleppalegan hátt, frekar heldur en kannski gegnum sko listina. Þú veist, þetta er bara þannig. En ég var búin að sjá kveðskapin þinn á netinu samt sko. Ef kveðskap má kalla. Þetta var heilmikill innblástur sko. Ég reynir samt að þetta átt að fara að bók hjá mér, þannig að ég vildi ekki vera alveg eins svona fara hún í speinta hlutunum sko, fara svona aðeins í kringum það, En það er minn kveðskapur vinsælastur hjá 13-15 ára strákum. Og ég fæ alltaf annars slagið 14 ára stráka senda mér vinabeðin á Facebook það er alltaf af því að þeir eru aðdóndur kartöflugeymsludagsins og reiðir pósta frá kennurum og ég fór að skemmta þarna ég var að tala að held í síðast þætti, ég fór að skemmta í grunnskóla sem að síðastinni skemmti þá var ég bara bannaður frá ITR öllu yfir allt landið það hefur greina gleymst og ég fekk að skemmta þar aftur og ég skar efni mitt niður í næstum ekki neitt en svo sagði ég við krakkana ég er uppstandur og þið þekki mig kannski sem skáld ég samti kartöflugeymsluna og þá allt í nú hleypur einhver strákskratt í græjurnar og spilar lagið ég ber enga ábyrgð á þessu það er hann sem er að spila þetta svo hleypur einhver kennari komin á þriðja lag með mér og hleypur einhver kennari inn og banna hann að spila meira af þessu ég ber enga ábyrgð, hann gerði þetta þannig að þessi strákur er komin í bann búið að setja úr skólanum en þessi hefð hjá Íslendingum að koma á svona í rimna stríð og hvetja hvernig hann í kúti er þetta ekki alveg bara það sama eins og núna er svona gangster rap battle þetta er bara sami hlutur það ekki? Já, ég veit það ekki sko rímnahefðin er meira svona vera að endur segja sko gamla sögur þetta er alltaf sérstakt sko að sögurna voru til en það var ákveð að gera þetta svona binda þetta rímur svona einhverju kvæðamenn sem fluttu þetta í baðstofunum og þannig að þeir voru svona sábóperur og sjónvarpsins tíma og þetta þurfti náttúrulega uppfærast eins og Rímur og Gretti Ásmundu sinni voru sko samdara á 15. öld og svo aftur á 17. og svo aftur á 19. af því að það þurfti náttúrulega að poppa þetta svolítið upp sko í hver skipti ég var spennum að koma 2001. öld hvort að ég ætti að slá í Rímur og Gretti líka sko en ég veit ekki hvort að hún eigi eftir að vera fyrirferðað mikil í baðstofunum samt sko. En var þetta aldrei í Íslandi svona menn að svona í rímna stríði níðvísur og níðvísur tilbaka? Ég veit það ekki sko, nei þetta var náttúrulega sko svona sennur voru til sko alveg aftur á elstu tímum sko, lokasenna til dæmis í eddukvæðunum það er svona batl og það sem að og þetta er sem sagt í helgiritum sko heiðina manna þá kemur þetta sko, Njörður er eitthvað dissa Loka og Loki svarar að Njörður ætti að halda kjafti því að Þursa Meyjar hafi nú verið að míga upp í hann og eitthvað svona sko. Þetta er mjög krassandi þannig að menn vilja byrja kynni sín við fornan kveðskap þá er þetta sjá eitthvað skemmtilegt þannig en sko svo er alltaf til fullt af níðvísum en að þeir hafi gengið svona milli eflust að verið en ég man ekki eftir að hafa séð svona bækur þar sem að það er í fyrirrúmi Bólihjálmar var þekktu fyrir níðvísundar sínar? Já, það voru en menn svöruð ekki sko, Bólihjálmar orti um
sóknarprestin sem sko ropar og fretar reykjalín og ræðu stóli, hampar andans hræðu tóli, heimskur og latur skræðu njóli. Ég held að reykjalín gæti ekki orð en að hann svaraði þess aldrei. Nei, hann bara kveðin í kútin. Þetta var inspirasjónin mín þegar ég setti af á rauðinni þetta líka sko. Ælir og drullar afi minna úldnu hrossi. Hvernig var að ég man aldrei vísurnar mínar. Ég með þetta hérna afa, hérna einhvers staðar. Þetta er einhvers staðar. Úldnjafi, 66. Úldnjafi, já. Það er skemmtilegt heiti. Já, upp á reiðskjótan rauða, fór ragmennið blauða, þið kannist við kauða, er það ekki? Hann var þvalur að þvægi og þauðsur á bæi. Nú, ok. Nei, þetta skiptir nú ekki máli. En þetta er alveg merkilegt með mig. Ég get ekki, sko, ég er svo mikið náhuga svona ljóðum að setja það saman. Ég get ekki munað þau og heldur ekki þó ég hef gert þau sjálfur. Ég bara get það ekki. Það er rosalegt. Þetta bara kemur, fer á blaðið og svo bara... Já, ég hef komið, þegar það var nýkomið út var ég alltaf á upplestum dag eftir dag og ef ég glemdi bókinni þá var bara allt í voða. Já, hvernig rendar það því? Bjóstu bara til? Já, jú, það bjargaði svona einhvern veginn. Já. Svona remix. Já, ég var fenginn hérna á Hagyrðingamót á Borgarfirði Eystri hérna í fyrra og pantaði með flugi og allt, misti nú á því en náði næsta einhvern veginn með herkjum og tók möppu með og ég gleymdi henni á Egilsstöðum, svo var bara byrjað geimið á Borgarfirði Eystri og þetta er nú frekar langur vegur og torfær. Já. Þannig að ég var bara þarna alveg eins og aumingi en svo kom appan þegar kortir búið, það var sendt eftir henni og mikið fjör, þá gæti ég fara að taka þátt það var sendt þér mappuna það var sendt mér mappan. Já. Hérna, en getur þú svolítið svona kveð á staðnum, spunnið? Já, ekki svona þegar ég sitt fyrir fram að mikrofón sko, það er alveg, það fer svolítið eftir stemmingu sko, en þetta er ákveðin hæfileiki, nei ég er nú ekki mannabestur í þetta er kallað að vera öryrki. Já, nákvæmlega, að vera yrkja. Já, einmitt. Þannig að það er svona ef að hérna menn eru búin að sitja saman og hérna svona vera eitthvað að þessu þá kemst maður einhvern veginn í eitthvað svona form. Já, þú hittnar upp. Já, til þess að maður semur ef ég ætlum að hvað sem er rímu svona 40 vísur undir sama bragarhætti þá maður kannski búið með 10 og það hefur tekið allan daginn svo koma næstu 20 bara á nokkrum mínútum og þær eru miklu betri. Já, en þá er heilin að það er komin inn í formið. Já, einhvern veginn svo leið, sko. Sumir voru svona Símon Dalaskáld var svona, sko, hann eiginlega svaraði mönnum ekki nefn í bundnu máli. Og það var alltaf rétt kveðið og alveg fullkomið. Mér finnst það rosalegt að og þú þurftir ekki að bíða eftir svarin 2 vikur. Nei, það er bara alveg spontant. En mér finnst þetta bara svona einstaka menn sem geta bæði haldið sér við formið og sagt eitthvað. Mér finnst svo oft annarkvort eða ekki. Þetta er svolítið sama eins og uppstandinu nema bara formið er ekki eins erfitt en þú vilt íkja hluti og þú vilt leika og þú vilt segja setningar á tildulega nákvæman hátt af því þau eru finnast það þannig en samt hljóma eins þú sérst að tala. Ekki hljóma eins þú sérst að fara með texta, skilurðu. Það er svolítið svona svipað og jafnvægið í kveðskap er að halda þessu formi en samt hafa eitthvað að segja viti og kannski vera fyndin og það er gríðarlega erfitt. Já, en samt ekki svo. Þetta er bara, svona formið er eitthvað sem að hjálpar manni við að ganga almennilega frá textanum sínum. Það hefur alltaf háð mér ef ég skrifa eitthvað á lausamáli, ritgerðið eitthvað svo leiðis. Þá er ég svo óvandvirkur að þetta er fullt af alls konar bara setningum sem gangi ekki upp og ég veit ekki hvað og eitthvað sem hefði mátt hugsa betur og yfirvega en þegar ég þarf að setja þetta inn í svona form þá neyðir formið mig til þess og þess að meira er að það gefur mér oft hugmyndir eitthvað dettur mér í hug, eitthvað sem er aldrei dottuð hug annars af því að ég var komið með eitthvað úldið rím og vildi ekki nota það og get ég ekki komið með eitthvað betra, eitthvað meira krassandi og þá kveikir það eitthvað nýtt þannig að þetta sem atómskáldin töluðu að menn væru þrælar formsins og þyrftu að gæti ekki sagt það sem býrði þeim í huga því að þetta væri svo miklu fjötrar ég upplifði þetta alveg öfugan á ég geti eiginlega ekki samin eitt nema að hafa þetta kannski formið hækja fyrir mig en hún virkar þá. Já, það er mjög áhugavert af því ég hefði hugsað þetta frá hinum endanum en við hugsum ekki öll eins ég hef svona vissa tilfinningu fyrir hvað er þjált að segja og hvað hljómar vel en það er bara svona einhver svona tilfinning eins og ég hef ágætist tóneyra til dæmis en ég geti samt ekki sagt þér hvort nóta er hærrið að læra en önnu nóta nema þessi rosalega munur bara einhver svona tilfinning þannig að þegar ég sem texta að það hefur bara tilfinningu fyrir hvort það hljómar vel að segja þetta ekki
ef þú setur eitthvað inn í þetta passar inn í formið, en það getur samt verið sko bæði asnalegt merkingulega og óþjált að segja þó að formið einu yfirleitt að hjálpa með það. Þannig að ég hef bara alltaf verið svona óformlegur og bara passa að þetta sé eitthvað sem að, þú veist, getur þú sungið þetta á þjóðhátíð fullur, með gítar, með falskan gítarspilara? Ef já, skilur, þá finnst mér ég hafa skilað mínu af því að þá verður þetta vinsælt og allir geta nota þetta. Já, ég menn það til alls konar nálganir að þessu. Ég náttúrulega byrja því að ég hef svona mitt málfræðinám þróaðast út í það. Ég fór í doktorsnám í bragfræði. Já. Þannig að ég verið að stúdera bragarhætti og hvernig hafa þróast og greina sem sagt íslenskan kveðskap alveg bara niður í smæstu einingar. Svo að og það hefur nú líka oft verið kveikinu því sem ég verið að gera. Ég hef verið að vinna með þessir gömlu sömdu og hvernig þeir gerðu það og þá hef ég séð að þetta sniðugt form, þetta að vinna út frá þessu og líka svona þarna eru þeir með einhverja svona sniðuga hugmyndabyggingu og hef oft svona unnið út frá því líka. En það þinn sko kveðskapur með við minn náttúrulega eins og að horfa á sko þitt eins og sko kastaljúr kristölum, með mitt eins og bara svona snjóhús sem að bara þú veist það hrýnur ekki, það bara búið að móka snjó svona cirka það sem að en er eitthvað sérstætt yrkisefni sem þið er skemmtilegra yrkja en annað? Ég veit ekki, sko, það þarf að vera það þarf að vera úr samtímanum finnst mér og eitthvað, sko, þegar ég tek einhverja bragarhætti sem eru þetta á bilinu svona 100.000 ára gamlir sko, þá þýðir ekkert fyrir mig að vera reyna að setja mig inn í þjóðfélagi þeirra. Nei, að höggva mann með sverði sem var eitthvað henda stein í einhvern þess vegna hef ég ekki tekað við sko að nota svona nýleg tökuorð. Líka það, mér finnst það stundum jafnvel nauðsynlegt til þess að setja okkur inn í samtíman sko og líka svona setja inn í okkar hugsun og okkar viðfangsefni. Þannig að ef ég myndi einhver tíman yrkja ljóð undir sama bragarhætt og Jónas Hallgrímsson orti fjallið Skjaldbreið, svo ég tekki bara dæmi þá get ég ekki þarf að yrkja eitthvað annað fjall sko hvað raunið að magnaða svoleiðis, það væri ofsalega léleg eftirlíking. Þá myndi ég bara taka formið að reyna að segja frá einhverju sem að snertir okkur í nútímanum. Já, líka ef að þú átt að fara að yrkja að brenna einhvern fólk inni einhver staðar, einhvern torfbæ eða eitthvað það er svo óeinlægt, þú veist. Já, ég var með það þarna áðan sko, en þá setti ég, þá let ég Bergþóru sem að tala sko með nýju þolmyndinni og tengdi það þannig í nútímanum. Já. Það leikar að formi. Eitt sem að ég fór að gera sem ég maður fannst rosalega fyndið var að ég fór að þýða svona ghetto-tal, svona alveg svona ghetto-ebonics kjaft yfir á gullaldar íslensku og það merkilega er að það hljómar alveg ótrúlega vel þegar þú segir svona, þú veist, bitch ass nigga, I'm gonna smoke your ass, þú veist, shit sucking ass, bitch ass nigga, meet me some motherfucking where, now smoke your motherfucking ass, þú veist að mæt mér einhvers móður sérðandi staðar sjúandi tíkar afturenda surtur og mun ég þá reykja afturenda þinn. Þetta hljómar alveg ótrúlega svona sterkt á svona víkingamáli sko. Það er ekki að gera neitt mikið til þess að setja þetta svo inn í einhvern svona dróttkvæðan hátt kannski eða eitthvað svo leiðis að geta það er líka eitt sem mætti alveg sko, það vantar alveg, ég nú eitthvað fengist dróttkvæðan hátt en þá var ég nú að reyna að svona imitera það fyrir afa á rauðum sko en það mætti alveg taka svona orðfæri inn í það. Já, ég var að semja alveg sko, heilmikið af svona, ég kalla þetta hann kallaði því Irate Black Man, þessi maður sem var með þessar hótanir allar og ég kalla þetta Blámannssaga Bálreiðs. Blámannssaga Bálreiðs og hann hafði með fyrir hverja þá hólka sem þér hugnast eitthvað, bring any goddamn artillery you need og svo var þetta allt eitthvað með þessu móti sko. En svona sko, svo er líka hægt að nota þetta sko form, þetta rímaða form til þess að gera út eða sem kannski benda sjá nýjar hliðar á deilumálum, það blossaði nú upp gamalt og frægt deilumál þegar hann David Bowie féll frá og þá rifjaðist upp fyrir mig, ég hafði einhvern tíma sett saman vísa það, við varum búin að gleyma henni en svona endurgerðana og þá er hún svona út í búð því ég ætla að fara og að spá í disk með honum David Bowie Lyf og mat ég líka þarf en langar þó í diskin þann með David Bowie hinstu krónu kasta ég og kræki nú í geisladisk með David Bowie
þannig að þá ég bara búin að nota alla möguleikana og þá hljóta allir að vera kátir. Mér finnst mjög flott hvað þú nærða að nota svona ensku einmitt slettur og láta þær passa inn í, eins og þarna með fegurðardísa kvæðin, það veist að yrkjum Beyoncé og J-Lo og eitthvað svona og lætur nöfnin þeirra alltaf passa inn í svona einhverja bragarætti. Já, svo það sem ég er að gera þar líka er að tefla saman sko forna skáldamálum, þar sem að sko menn er alltaf kallað bragna og líði og fyrða og alls konar svoleiðis og þetta er alltaf þannig að það er sko hver ekki bragnar kveða holy shit sko það eru nokkrir ef það er tíma sko þá er þetta að heyra hvernig Steindór byrjar þetta sko taka 2-3 fyrstu vísurnar ertu með það, Jói? Já, númer hvað er það á disnum? Steindór, hann er einhver staðar númer 13 eitthvað svo leiðis, er ekki? Þetta er bara að blæsa í 9 bókinni, þá getur Já, ég skal bara sjáum hvort okkur kannski er hann númer 14 eða 15 eins og maður segir á gullallargettu, sjáum hvort okkur áfinn ekki bókina líka frammi fyrir mér, Jói eins og maður myndi segja á gullallargettu og sjáum hvort okkur hugnast að hlýða á þessar hægðir Já, einmitt nákvæmlega sko Hvað sagði, 9? Nei, það var eitthvað meira Það er blaðsíða 9 bókinni, þar er yfirlitið sko. Já, það er sennilega nummer 14. Hvað heitir það? 14? Er það satt? Nei, þá er það Ungfrú Ísland 15. Já, 15. Já. Skellið þjá, svo spilið bara eins mikið og þið haldið að hlustendur þóli. Já, og með þessu kannski ætlum við að kveðja. Já, og þessi þáttur í dag var í boði uppistand.is. Uppistand alla 50 á bar 11 bjórin bara á 450 kall og 1000 kallin. Verið sæl. Verið sæl, góð helgi. Jöfull er hún Jennifer mín López, grönn og stinn og flott og fýtt, fyrðarinna holy shit. Í tem fín er Angelina Jolie, dundur magnaða drullu glæst, dæsa bragnar Holy Christ. En ég hæli henni Miley Cyrus, hún er frussu flott að sjá, fnæsa drussar holy cow. Ljúft ég sé hvað Linda P. og Hófi kunnað temja búk og brjóst, bændur emja Holy Ghost. Ei má gleyma unni seima byrnu, brúna ljósin lýsa heil, líðir frjósa Holy Grail. Loks var sprungin landsins ungfrúr keppni, foldu lengur fannst þá á, fegurst engin hringan á. Íslands met þó er að setja í fegurð, sem er von og sannreynt er, sér hver kon á landi hér. Nú skal ríma nýjum tíma snúa, hringa tróð er hent á svið, hjarnar fróðár selur við. Fjargviðrist þó feministar allir hyggjast púkar koma í kring, hven mann spúka hlut gerving. Dæma skal þar drósa valið bóndi, þætti annað eintómt kukl, enda kannan hrúta þukl. 17 vetra séu tetrin gömul sína ber og mitti smjó, málin veri smá þjó. Aukast líkur en þá píku hverrar, heillir aftan nátan mæð, haldi kjafti og veri sæt. Með silikon er sigur von í brjósti, eykst á brúðum svanna séns,
séu púðar ei frá Jens. Höldar vansa hafa trans af konum síst má ungfrú undir spjör, ala pung og tilbehör. Ei má snotran áður gotið hafa þar sem glatað eintak aftur bata píka hver. Loks þeir skrokker skástan þokka býður utan sleppa ungfrú vold, erlend keppa fær við hold. Þegar býður þjóðar stríður sómi gerist þetta geðveikt brýnt, geta sléttan maga sýnt. Ærir flottna alheims drottning mætust fyrst að Dorrit flutti út, farga vorri þarf hún sút. Það happ ef heimsins papparassar, eftir vappa í einum hnapp, ákaft snappa, holy crap. Ungfrú klókust kann að bóka sigur, ef sigur spókar á brók, úr ullar flóka, holy smoke.